בלבב בנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון Góðan daginn, kæru vinir, áhorfendur og áheyrendur, ennþá einu sinni Ísrael í dag. Og eins og ég segi svona oft í byrjun, en nú breyti ég pínlítið með byrjunna því að undanfæri hefur satt þessu 12 ár, nú þetta að vera 13 ár sem við höfum haft þennan þátt í loftinu svo að kalla, í hverju einustu viku í 13 ár. Það þýðir ekki að ég hafi verið hér í hverju einustu viku í 13 ár, en meðan ég hef verið erlendis þá þessi þáttur eða þættir oft verið endurteknir og stundum hef ég haft annan til að taka upp þennan þátt Ísrael í dag. En undir öllum kringumstæðum þá þið hjartalega velkomin og sérstaklega vil ég þakka fyrir þær fjölmörgu jákvæða tölvupóst sem ég fengið frá áhorfendum sem ég þekki ekki neitt, sem hafa sagt mér að augu þeirra hafa jafnvel opnast fyrir mörgum ósvöruðum spurningum sambandi við svokallaða Palestínu og Ísrael. Nú sagði ég þetta orð aftur svokallaða Palestínu sem hefur verið deilumál. Ég fengi líka neikvæðar fréttir það hverju nota þetta orð svokallaða Palestínu. Áður en fer út í þetta þá vil ég strax bjóða ykkur velkomin og ég veit að þið eru svolítið undrandi yfir því að ég skuli vera með hann hvíta hatt hérna á höfðinu. Það ástæða fyrir því að ég með hann hatt. Nú skal ég segja ykkur ástæðina. Ástæðan sú að góður áhorfandi sem að segist hafa hort hana á þennan þáttu reglulega í mörg ár, langa tíma, að hann kvartaði við því að spurði mig hvort ég ætti ekki aðra skyrtu eða aðra peysu, ég var alltaf í sömu peysunum og sömu skyrtunum. Svo ég gerði þetta nú ásettur ráðið að fara í svolítið öðruvísi skyrtu og með þennan hvíta hatt. Af hverju ég með þennan hvíta hatt, það vegna þess að tvær ástæður. Ég hef verið leiðsögumaður í Ísrael í mörg ár, ég er búin að vera þar í 32 ár, hverju einasta ári, og leiðsögumaður í mörg ár. Og hef farið með 1200 Íslendingar til Ísrael. Þá hef ég notað þennan hatt. Þetta minnir mér svolítið á það að nú komið sumar hér þegar þessi þáttur tekin upp og ég hef komið svona í sumarstemningu og hugur minn allur að fara aftur til Ísraels og Jerúsalem þessi borg sem ég held svo mikið upp á og sem allir kristnir trú ég biðja fyrir og haldi mikið upp á. En ég skal lofa ykkur því ég verð ekki með þennan hatt allan tíma í þessum þætti. Ég er með góða viðmælanda sem að ég hlakka til að hlusta á að tala við. En ég ætla ekki að segja ykkur hver viðmælandin strax. En ég vil áður en ég held áfram þá kemur ég með afsökun. Ég bið áhorfendur fyrirgefningar á 2 atriðum. Það í síðasta þætti þá hafði ég sagt það að ég hef talað mannfjöldan í Ísrael sem eru 7,7 milljónir íbúa. Og ég hefði sagt að þessum 7,7 milljónum íbúa væru 2,8 milljónir gyðinga. Og svo hélt ég bara áfram að tala. Hugsaði ekkert út í þetta fyrir en að ég fekk hringingu frá áhorfenda sem að sagði mér að þetta væri náttúrulega ekki rétt. Og auðvitað þetta ekki rétt, þetta mjög ránt. Gyðingar í Ísrael eru tæp 6 milljónir eða 5,8 milljónir af þessum 7,7. Hvað þá restin? Það eru arabar. Og það hlutin af þeim eru svo kallar Ísraelsir arabar. Ísraelskir arabar, hvað þýðir það? Það þýðir arabar sem að hafa þjóðarétt í Ísrael, hafa rétt til alls, jafnvel í varnarliðinu og þeir eru jafnvel í þinginu í Ísrael og þeir hafa fullkomið frelsi og jafnrétti á við alla sem að búa í landinu. Það höfum við líka í raun og veru nema menn sem eru ferðamenn. Við höfum bara 3 mánaða dvalarleyfi þar í hvert eitt og eitt skipti. Við getum komið aftur í 3 mánuði og svo framvegis. Það strangt eftirlit með öllum sem fara inn í landið, hvort sem það frá einhverju landi inn til flugvallarins í Tel Aviv, eða bara innan Ísraels. Það eru landsvæði, svo kvöldu sjálfstjórnarsvæði Palestínumanna. Þegar þeir fara inn til Ísrael, þá var þeir sína skilríki. Og þetta ekkert skrítið, margir kvarta yfir þessu, þetta sé eitthvað erfiðleika fyrir útlendinga eða Palestínumenn. Bara reynið að fara, þið sem fara til Bandaríkjanna. Það bara gífurlega mikið eftirlit með þeim sem komast inn til Bandaríkjanna og þeir eru spurði spjörunum úr og þeir eru kannaðir meira og minna líka og þeir hafa líka 3 mánaða dvalarleyfi, ferðamannaleyfi. Nú svo ég bendi nú aftur á annað sem ég sagði rangt. Það var að
það var reyndar í mig í morgun bara og sagt að viðkomandi hefur verið að hlusta á þennan þátt í gær og þar hefði ég sagt að Salomon sem var sonur Davíðs konungs, hann hefði endurreist eða reist, réttara sagt, musterið, fræga musteri sem kallað musteri Salomons á musterishæðinni árið 950 eftir Krist. Þetta náttúrulega algjörlega út í hött eins og maður segir góður íslensku. Það auðvitað var 950 fyrir Krist og ég hef nú ekki fengið marga kvartanir út af þessu en þetta auðvitað athyglisvert og ég bið innilega afsökunar á þessari mótsögn minni og við erum ekkert feimið við að játa syndir okkar hér í þessu húsi hér. Þetta kristin sjónvarpsstöð og við höfum ekki leyfi til hann en að segja sannleikann svo langt eins og við skiljum hvað sannleikurinn. Og við, svo ég hef oft komið að áður að þessi bók hérna sem við kallum Biblíu, sem þýðir bara bækur, það þýðir ekki að við skiljum alla hluti í reikningunum, langt frá því, margt sem við skiljum alls ekki. Sumt við skiljum betur en við gerðum áður og svo framvegis. Ég ætlum nú ekki að tala mikið ennþá reikninguna, þó að við endingu þessa þátt að þá kem ég inn með að lesa lítinn brot úr einu kafla frá Esekiel. Ef þið erum í Biblíu rétt hjá okkur, hafðu hana tilbúna þá svo þið getur fylgst með. Ég mun lesa úr 30. og 7. kafla hjá Esekiel. Nú, ég veit ekki nema að við ættum bara að byrja með þennan þátt að bjóða viðmælanda minn velkomin vegna þess að ég hlakka svo til að heyra meira frá henni, já, það kvenmaður. Sko, það nefnilega þannig að ykkur kvart af því daginn líka í ykkur bréfi sem ég fekk ekkert nema kallmenn sem kom í þáttinn tíðin Ólafur. Jú, þessi viðmælandi minn og hún hefur komið í þáttinn áður, 4 árum síðan eða svo. En því miður þá, alveg rétt, það ekki margar konur sem við höfum haft í þættinum, en ég ætla að reyna að breyta því, næsta þætti verður líka kona. Ég ætla ekki að segja hver hún En þessi viðmælandi minn núna heitir Ólína Klara Jóhannsdóttir. Vertu hjartalega velkomin, Klara mín. Þakka fyrir það. Svo þú heitir Ólína Klara, en yfirleitt þekki maður þið bara undir nafninu Klara. Já, það svona einhvern veginn festist við mig. Og nú vegna þess að þú ert hérna, þá ber mér virðing þín vegna að taka ofan, sko, þessa hvítu húfu. Já, en og hérna fyrir þáttakundur miskilit ekki líka, ég verð að hafa á höfðinu. Já, þetta frábært. Heldilega, svona lítið út án þess að hafa á höfðinu. Já, bara vel. Klara, þú ert yfirleitt kallið Klara, ekki rétt? Já, það er bara frá barnesku. Frá barnesku, já. Það kallið Klara heima og það festist við mig. Já, það er bara gott nafn, auðvelt að segja það, sko. Já, svona alþjóðlegt nafn. Já. Þú, Klara, ég hef fylgst með þér í nokkuð mörg ár. Já. Þú oft komið til Ísrael. Já. Þú hefur verið með mér ef ég maður rétt tvisar eða vel þrisar í ferðum. Já, sennilega þrisvar. Þrisar í ferðum, já, ok. Já, gott mál. Það er ekki einu sinni með Snorra Óskarssyni líka. Jú. Líka, svo þú hefur búin að fara oft. Svo er fyrir einn bara. Og svo er líka fyrir einn og því hjónin. Já. Já, þó. Nú hefur við vini í Ísrael og einmitt, ástæði til að fara. Þið er góða vinkonu við réttu Gaza. Já. Það er mikið að skeið þar alltaf. Já, endalaust skotárásir frá Gaza yfir á Ísrael. Það er svakalegt. Og það lítið tala þetta í blöðum hér eða fréttablöðum. Nei, það bara þakka niður. En ef Ísrael svara aftur sem þau gera ekki, sem þau segja því miður ætti að svara aftar. Já, þetta. En ef þau svara og það verða einhverjir sem að missa lífið hinum einn, þá er það á forsíðu allra blaða og fjölmiðla. Þá verður allt vitlaust, Ólafur. Já, vel það. Í fjölmiðla heiminum. Já. En það er ótrúlegt að nokkuð skuli geta bara búið á þessu svæði, svona nálagt landamæru Gaza. Já. Því þetta fólk býr við sífellt sprengjuregn. Já. Ég meina, það eru neðanjarðarbyrgi. Jú. Nánast við hvert einasta hús, eitt herbyrgi grafið niður í jörðinni. Já. Og þarna sofa börnin. Já. Þetta er óhugnalegt. Þetta er rétt. Og það hefur ekkert breyst. Nei. Og kemur ekkert til með að breytast. Skriðið. Staðan verður bara verri. Já. Þeir gáfu eftir þetta svæði. Já. Þeir gáfu eftir fyrir frið. Já, 2005. Já, og þetta er ekki fyrsta svæði sem þeir láta á hendi fyrir frið. Nei. En það verður ekki friður. Það hefur svo sýnt sig fyrir svo löngu. Já, athyglisvert sem þú ert að segja núna, sko, menn er að tala um að þeir eru að fara frá þessu svæði sem heitir Palestína, þeir eru landnemar að byggja þar og í óleyfi og svo framvegis Sameinuðu þjóðirnar hafa fordæmt það og þeir segja sko
á meðan að þetta þeir að byggja þarna þá verður engin friður en málið þannig eins og þú segir réttilega þó svo að þeir myndu fara það þýðir ekki að verði friður. Nei. Og jafnvel þó að verið stofnað ríki sem heitir Palestína. En nú ert þú að vísa til Vesturbakkaðans. Já. Júdeu og Samaríu. Já. Í Júdeu og Samaríu hafa gyðingar alltaf verið. Já. Og Arabar og Galileu, koma þangað í upphafi af því að gyðingar eru færtir að rækta. Já. Og þeir fá vinnu þar. Já. En þeir eru svo margir og í skjóli fjöldans að þá vilja þeir íta gyðingum út og hirða þar sem þeir eru búin að byggja upp. Jú. Og ég man seinast þegar ég man nú ekki hvaða ár það er eða var, réttara sagt þegar var verið að flytja landnema, svo kallaða landnema frá þessu svæði. Ég man alltaf hvað ein móðir sagði. Það sárasta var ekki að fara frá húsinu mínu og fara frá öllu því sem við höfum ræktað upp. Þau voru þarna með appelsínurækt og epla og lifðu á þessu seldu upp ellendis. Það sárasta var að grafa upp líkamsleifa sonar míns. Wow. Af því hún vissi það. Hún fengi aldrei að heimsækja gröfans. Grafastaðinn. Það var sárast. Og það sem þessi þjóð þarf ekki að þola og hefur ekki þurft að þola, það er svo ótrúlegt og skulum bara enn vera til eftir öll þessi ár. Já, það er kraftaverk. Hugsaum okkur bara að þetta fólk sem að nýkomið úr helförinu þegar ríkið er stofnað árið 48 daginn eftir ráðast 7 Arabaríki að þessu litla nýfædda landi sem að þá var engin her. Lítill her. Það var bara nokkri menn með léleg vopn. Það var bara kraftaverk að þeir skildu vinna sigur. Það segja bara þjóðirnar. Já. En þá voru það Jórdanir sem að unnu þarna, svo kallar Palestínu, Samaríu og þeir endur nefndu það Vesturbakki. Þar kemur þetta leiðilega orð Vesturbakki. Það er ekkert land sem heitir Vesturbakki. Nei, þetta er bara ein aðferðin í því að endurskrifa söguna. Það er að snúa öll á hvolf núna. Og þeir héldu Austur-Jerúsalem í 19 ár. Jórdanir. Já, það var ekki Ísraelsmenn sem að riðust inn og tóku Vesturbakkann, þá voru Jórdanir sem héldu, það var ekki að tala um það, að það voru hernum, að landi veri hernumið af annar Arabæþjóð. Nei. Það var ekki að tala um það. Nei. Enga kröfur um land. Nei, fyrir frið. Nei, já, fyrir frið. Nei, já, svo er náttúrulega margir sem segja svona að þessi þú ert að segja að Ísraelsmenn og gyðingar hafa þurft að líða mikið, svo eru þeir líka við borðið hinum eins sem segja að Palestínumenn hafi þurft að líða úalega mikið og við það get ég allavega sagt og þú líka eftir 32 ár í þessu landi sem ég hef verið hver einasta ári, stundum 2 ár, þá get ég fullyrt á stað fyrir stað og ég fer ekki með ósannindi því ég segi þetta frekar en að ég vil ekki fara með nein ósannindi, þá hafa svo kallar Palestínumenn aldrei haft það eins gott eins og Ísrael og eins og Jerúsalem í dag. Nei. Þeir hafa nákvæmlega sömu réttindi, þeir aka strætisvögnum, þeir aka leigubílum, þeir eru öllum hótelum eru Palestínu arabar sem vinna í gestamóttöku. Ég þekki það. Já, og bara allt og það er algjör, sko, þetta er ótrúlegt þegar maður heyrir þessar fréttir hjá svo kallum óvinnum Ísraels eða svo kallum Palestínuvinnum. Já, fyrir göðu. Nei, endilega. Ég ætlaði að segja við þið, þú sagðir að margir tala um það hvað Palestínu arabar hafa þurft að líða. Já, arabar líða öll arabalöndin. Þeir hafa ekki líða af höndu gyðinga. Nei. Þeir hafa bara fengið gott eitt frá þeim. Það að gyðinga svari að lokum þegar þeir eru búin að gera margar árásir á það. Það er bara eðlilegt. Annað verður óeðlilegt. En það hryllilega er að þeir skuli, eins og Palestínu arabar gera, að þeir skuli setja börn og jafnvel sjúklinga í fremstu víglínu. Að þeir skulu hryðjuverkamenn skulu hreiðra sig á spítölum og barnaheimilum og bara nefndu það. Þetta komst upp í Líbanon, þeir voru að skjóta yfir Ísrael og Ísrael svöruðu tilbaka því þeir vita nákvæmlega hvaðan skotin komu
og þá voru það í sjúkrahúsum og elliheimilum og börn fyrir, og þá koma fréttirnar Ísraelsmenn myrtu svo sem var börn. Já, þetta er svo rangt sko. En í sambandi aftur við Palestínumenn í Jerúsalem, ég fullyrði þetta sér að segja, í öllum Arabaheiminum hafa það hvergi eins gott eins og Ísrael. Nei. Og litla Ísrael er eina landið í Miðausturlöndum í dag sem er friður í. Öll landi nálægt er í blóðugar óerði. Sýrland, það er blóð flýður á göttunum í Sýrlandi. Egyptalandi, Jemen, Marokko, það eru öll arabísku löndin, Líbía og Líbanon, jáfnvel núna. Það er all innbyrðis árásir þegar að myrða hvernig annan í þessu löndum. Í litla Ísrael er friður. Já, en samt er fólk ekki einhvern veginn að bekenna það að þessi góð stjórn, þessi velfara með fólkið í Ísrael, jafnvel þó að sjáu allar þessar hörmungar sem eiga sér stað í Arabalöndunum og talandi flóttamenn. Já, ég veit, gott að koma því. Palestínu-Arabar í flóttamannabúðum í Írak, flóttamannabúðum í Íran, flóttamannabúðum í Jórdaníu. Já, ég kom þangað. Af því að þeirra trúbræður vilja bara ekki taka við þeim. Nei. Fólki sem jafnvel átti heima þarna einhver tíma. Nei, jafnvel. Þetta er alveg ótrúlegt. Já. Og svo gyðingur kennt allt. Já. Það er sem einhver lenska í gegnum bara 2000 ára sögu. Já. Það er þessi lenska að kenna gyðingum allar ófarir. Já, þetta verður mikið notið áróður á móti Ísrael, til dæmis þessar flóttamenn. Já. Sko það er talað að sögum byrja ekki saman hvað margir þið voru. Það er svona talað milli 400 til 600.000 arabar hafi farið að flúið í Ísrael. Sannleikurinn er, og það segja líka sögulegar heimildir, að Ísrael hvatti þá ekki til að flýja, hvatti þá til að vera í landinu, en þá voru araba þjóðirnir í kring sem hvöttu þá til þess að flýja vegna þess að meðan allir þeirra útrýma Ísrael meðan þeir væri í burtu. Já. Og svo getur þau komið aftur heim til sín. Þetta er söguleg staðreynd frá þeim sjálfum. Hvað skeiði svo? Í þessum löndum sem þeir flúðu til orða þannig, þeir flúðu til Arabalanda, þeir trúbræðra sinna í flestum tilfellum. Ég hef komið í flóttamannabúðurnar í Jórdaníu og ég hef séð hvað slæmt þeir hafa. Þeir hafa það virkilega slæmt í þessum flóttamannabúðum. Það er alveg satt. Þeir hafa það mjög slæmt. En þetta stóra land, Jórdaníu, er óbyggt af mestur hluta. Það var hægt að rækta allt þetta land upp ef þeir leyfðu það. En þeir leyfa það ekki sínum eigin bræðrum, arabum. Og eins í Írak, hérna voru að koma konur til Akrains sem sögðu kvörtuð yfir því að ástand þeirri flóttamannabúðum væri svo slæmt að þeir eru að flýja. Já. Þeir voru ekki að flýja frá Palestínu, en þó voru þessi flóttamenn alltaf kallað flóttamenn frá Palestínu. Þeir voru aldrei verið þar. Þeir voru aldrei komið þangað. Þetta er þriðja kynslóðin. Já. Og þessi flóttamenn sem eru í Jórdaníu sem ég heimsótti og fór í samkvæmt ferðamálaráðherra í Jórdaníu baði mig að fara með ferðahópa þangað til að sýna þeim. Og ég gerði það auðvitað. En ég sýndi þeim sjálfsögðu hvers vegna. Vel á minnst, ánæður Klara skuli minnast þetta með flóttamennina. Það voru líka gyðingar sem þurfti að flýja frá Arabalöndunum. Já, yfir 800.000 gyðingar frá Arabalöndunum. Mistu allt sitt. Mistu allt, já. Og margir skildu eftir, sko, virkilega eignir. Já. Allt hýrt af þeim. Já. Og allt tekið inn til Ísraels. Já, það er sagt sko að þeir fengu bara haka og skóflu og byrjaði að rækta jörðina. Það er sagt 200.000 hafi farið til annarra landa en 600.000 hafi farið til Ísrael. En þessi 600.000, þeir fengu þess að þú segir réttilega, þeir voru ekki settir inn flóttamannabúðir. Nei. Þeir fengu þess að þú segir réttilega haka og skóflu til yrkja landið. Yrkja landið. Og, já. Nú svo náttúrulega frá Rússlandi hafa þeir verið að taka við gyðingu sem eru í raun og veru líður illa í Rússlandi og hefur ekki verið vel með á fari. Já. Og eins núna frá Eþíópíu. Jú. Mikið. Og mér finnst nú alveg ótrúlegt að við sem eru með yfir 26.000 manns sem þurfa að hjálpa að halda. Hér á Íslandi. Já, hér á Íslandi og hér er atvinnuleysi. Hér er allt eiginlega í kalda koli. Menn eru að flýja þetta. Já, að við skulum vera að taka inn flóttamenn og bara innan gæsalappa, flóttamenn sko. Já, við erum samkvæmt samningi getum við gert það. Eigum við gert það, samkvæmt samningi flóttamanna
deildar Sameinuðu þjóðanna erum við skyldur til að taka ákveðna fjölda af flóttamenn. Já, við erum skyldur til þess. Þá spyr ég á móti, það allt í lagi, en hvað með kristna sem eru ofsóttir af Arabum allan heim, til dæmis í Afríku? Súdan, hvernig er að taka 30.000 voru drefnir síðan kristni, bara þeir eru kristni. Já, hvernig er að taka þaðan flóttamenn? Við tökum alltaf Sádi-Arabíu. Já, við tökum alltaf Araba. Já, og svo náttúrulega verðum við að ég veit ekki móti flóttamennum ef þeir hafa ástæðu til að flýja. Nei, það hef ég ekki heldur, ég hef ekki móti fjölmenningunni, ég hef gaman að henni. Já, einmitt, hvers vegna ef þeir þurfa að flýja, hvers vegna flýja þeir ekki til Arabalanda? Arabarnir, okkur flýja þeir ekki til ríku Sádi-Arabíu, ríkustu land í heimi, okkur flýja þeir ekki til Íran með allir olíunu þar, okkur fara þeir ekki til þeirra landa sem tilheyri þeim, þeir fara til Vesturlanda og við höfum mörg okkar grunum að það liggi meira bak við það. Já, ég ætla að fara að segja það. Já. Er það ekki akkurat þetta? Já. Þetta er bara líka áróðurinn sjálfa í sambandi við Ísrael, svo við höldum okkur svolítið við það. Já, ég veit það. Já, að áróðurinn gegn Ísrael, það eru flóttamennir. Já, ég meina. Það er aðal. Það sýnir sig. Já. Það er aðal málið, Ég raun og veru hefði þeir ekkert á Ísrael ef þeir geti ekki safna saman fólki svo að sjá því hér eru flóttamenn og þetta er allt gyðingum að kenna. Já. Og nú verður þið bara að taka við þeim. Já, ég sagði. En við verðum að læra svolítið af bara öðru þjóðum. Við þurfum ekki að leita langt, bara nágranna þjóðunum. Skandinavíu, sjáðu Bretland. Þetta er, með eru fáir. Þá eru þeir mjög þægilegir. Mjög almennilegir, elskulegir. Og virðast bara aðlagast. En leiðir orðin ómargir og komin moska, þá eru þeir orðin ríki ríkinu. Og við erum svo lítið land. Við verðum að passa okkur. Ég var, þetta er rétt, Klara, hugsaði þetta 1971, þá var ég í Danmark og ég var hér í 20 ára þetta. Þá var það margir flóttamenn frá þessum Arabalöndum voru að koma til Danmörkur og fólk hafði tár í augunum að heyra sögur þeirra og allir hjartalega velkomnir og Danir gerðu allt fyrir þessa flóttamenn. Það voru svona, ég man eftir 10-20 ungir menn frá Tyrklandi og öðrum Arabalöndum. Þá svo bara nokkur mánuðum seinna þá eru bræður þeirra komnir og svo eru mæður þeirra, svo eru frændur þeirra og frængur komnir til landsins og svo í dag er þetta stórt vandamál bara í Kaupmannahöfn. Þeir eru búin að leggja undir sig norðurbæ Kaupmannahafnar þannig að fólk á erfitt með að fara inn í þetta hverfi í Kaupmannahöfn. Hvað þá í Malmö? Í dag eru Danir á flótta undan þessum Arabum. Já, eða í Svíþjóð, í Malmö. Og víðar, hundruði gyðingar sem hafa búið í Malmö, sem er svo ofsóttir af múslimum þar, að þeir eru að flýja til Stokkólm. Í Noregi er þetta sama saga, Þýskaland er þetta sama saga. Hvað verður hér líka? Jú, ég vil láta setja, ef það er ekki fyrir, þá vil ég láta setja þak eða kvóta á innflytjendur. Náttúrulega komið með í höndunum að hvers vegna þessi flóttamenn, nú þegar þessi þáttur er tekinu upp, þá var bara fyrir nokkru dögum síðan 2 ungir menn sem sögðu sig mikið yngri en þeir eru, frá sér, á þess að vegabréf en eitt, og það með fölsuðu vegabréf. Og þau veit enginn hvað þeir heit og þau veit enginn hvað þeir koma. Finnland neitaði að taka við þeim, svo koma þeir hingað til Íslands og nú er þetta mál í gangi, raun og veru, og hvers vegna koma þeir hingað og hvers vegna hvað og svo framvegis. Þeir eru ekki 16 ára, þeir getur 18, 19, 20 ára. Já, mjög líklega. Já, þannig að við verðum að gæta það. En svo við höldum okkur áfram með Ísrael ekki rétt. Nú erum við komin í alheimsvandamál. Já, við fyrir alltaf í þau. Já, þetta gyðingahatur sem er vaxandi út alla Evrópu og hér á Íslandi líka, ég voga mér að segja það, að það er vaxandi hér á landi, mjög mikið. Og ég var að hugsa daginn, ég var að átti í svona deilum á bloggi, einum væga sagt gyðingahatara, hann virkilega var ófeiminn við að segja það jafnvel. Og notaði önnur orð, en hann sagði við mig að ísraelski herinn hefur drepið 220-30.000 börn á Gazasvæðinu á stuttum tíma og hann vitnaði í tölvuna og ég fann þetta sem hann vitnaði í og þetta er alveg rétt, það stendur þarna nákvæmlega þessi upphæð,
en hann sagði ekki frá því hvað þessi frétt hefði komið. Nei. Þessi frétt kom frá Gazasvæðinu. Já. Þeir komu með þessa frétt. En auðvitað, eins og þú sagði réttilega á þann, að þeir hafa verið staðnir að verki hvað eftir annað, að láta börn og saklaust fólk vera á þeim stöðum þar sem þeir senda sprengjum frá, að þeir vita að Ísrael hefur svo teknilega góða möguleika til að senda tilbaka nákvæmlega á þann stað sem þeir gerðu líka ekki fyrir lengur síðan. Og við skulum ekki gleyma því hérna að áður en gyðingar hófu árásir á Gaza, á Hamas, hryðjuverkaliða, þeir svöruðu fyrir sig, þeir hringdu þúsundir símtala til fólks, við ætlum að gera árás. Aðvöruðu. Já, þeir aðvöruðu. Það hvernig myndi Arabi aðvara því? Nei. Aldrei, það er bara ekki í þeirra pólitík. Nei, en þetta gerði Ísraelar, þannig að fólki hafði tækifæri til að koma sér undan, en það bara komst ekki. Nei, og svo erum við að mæra þessa ríkisstjórn, eða hvað að kalla þá sem ráða á Hamasvæðinu, nei á Gazasvæðinu, Hamasmenn. Þeir ráða þar og og svo nú annars sem að fólk einhvern veginn lokar augunum með eyrum við, að það eru 2 hreyfingar meðal palestínumanna. Anna heitir Hamas og heitir Al-Fatah. Og Al-Fatah hreyfingin, það forseti þeirra heitir Abu Mazen og hann og Hamas hreyfingin þeirra hafa átt í óeirðum innbyrðis. Hamas hreyfingin hefur verið að drepa Al-Fatah-menn á Gazasvæðinu. Þó að núna í augnablikinu virðist að vera svona svokallaði friður á milli þeirra með þeim væntanlegri ósk að verið stofnað palestínsk ríki við hliðina á Ísrael. Við mörg okkar höfum ekkert á móti því að það verið stofnað palestínsk ríki við hliðina á Ísrael þetta er mjög mikið þetta ef það myndi leiða til friðar. En það er útilokað að þetta geti leitt til friðar þar sem að þeir, nú tala ég Hamas-samtökin sérstaklega, þeir virði ekki tilveru rétt Ísraels. Hvað þýðir það virði ekki tilveru rétt Ísraels? Það þýðir að þeir viðurkenna ekki Ísraels ríki sér tilveru rétt, þeir hafa ekki rétt á að vera þar. Það er erfitt að ímynda sér að palestínskt ríki verið stofnað við hliðina á Ísrael með þeim aðilum sem ætla að útrýma þeim á landakortinu. Það er svo ég næ ekki að skilja það. Nei. Benjamin Netanyahu og Ísrael hefur svarað þessu með við erum ekki á móti að vera stofnað palestínskt ríki ef að þeir fara eftir þessu 2 skilmálum. Númer 1, hætta árásum á Ísrael, bæði frá Gaza og sjálfsmorðsprengjum og annað sem þeir eru þekktir fyrir, eða hafa verið þekktir fyrir. Og númer 2, og það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 atriði, að þeir viðurkenna visjun til okkar ríki. Þarna er mergum málsins. Þetta viðurkenna þeir ekki. Og þetta ég er nú með heilmikið efni hérna. Og mér finnst það bara að segja svo mikið, Ólafur, í sambandi við þetta sem þú ert að tala að þeir viðurkenna ekki Ísraels ríki, þeir viðurkenna ekki að sko þarna upphafi eins og við tölum áðan, þegar 7 ríki ráðast á bara nýstofnað Ísrael. Og það var ekki síðasta árásin. Og svo halda þeir áfram. Og heimurinn heldur að eitthvað hafi breyst, en það hefur ekkert breyst. Það er sama hugsunin, við viljum ykkur af landakortinu, algjörlega, og bara uppræta helst alla gyðinga, hvað sem þeir eru. En þetta er svo skelfilegt að fólk skulle halda að hugsunargangurinn hafi breyst. Hann hefur ekki gert það. Og það var bara tökinn önnur strategía eða önnur sókn var hafin. Þeir gátt ekki unnið í hernaði og þá skildi notað áróðurs herferð og hún virkar. Og hún er búin að standa yfir núna í allan tíma og fer bara vaxandi. Þeir hafa lagt ótakmarka fé í áróðurinn, ekki fólki sitt, ekki til að hjálpa því, nei, í áróðurinn. Þannig á að vinna stríðið sem þeir hafa ekki fram að þessu geta unnið með vopnum. Og það því miður, þá eru fjölmiðlar margra landa okkar, hérna á Reykjavík líka, eða Íslandi, sem að taka undir þennan áróður. Og það er óþægilegt. Það er svo skelfilegt
þá var fleiri stríð, var ekki 67 líka. Þeir unnu það stríð, átúndreimaðin þá líka. 73 á helgasta degi þeirra, friðardagadeginu. Ég held að engin þjóð hafi lent í miklum átökum og þeir frá stofnun ríkisins. Þetta alveg stórkostlegt. Já, fólk skulle ekki sjá þetta. Og auðvitað er stór hættulegt ef það er verið að skrifa söguna upp, sem er náttúrulega ekkit vafamál, því ef við lærum ekki á sögunni, þá erum við dæmd til að endurtaka mistökunar. Viljum við aðra heimsstyrjöld? Nei. Hún var eins hræðileg og númer 2 var. Hvernig heldur að númer 3 yrði? Já, það er önnur tækni sem kemur þetta í greina, skulum ekki. Við vonum það besta allavega, en Biblían talar náttúrulega að það verðist hörmungur og stríð eftir. Ég veit ekki nema við ættum að sína nokkra myndir hérna. Ég tók nokkra myndir með mér klara. Já, svona aðeinslega létt á þessu umræðum og svolítið þungar. Tími líður, ótrúlega séð við erum búið með helmingina tímanum. Sko, það er frá hérna til dæmis frá ferðu þínum. Sko, segja til dæmis þessi mynd hérna sem ég er með hérna. Hún sýnir eina hóferð, þú voru að sjá myndina hérna. Þú sýnir, Já, ég horfði bara ekki rétt átt. Nei. Já, einmitt. Jú, það var svo gaman að það. Ekki? Jú. Þetta var yndisleg hóferð, held ég. Jú. Já. Þarna sjáum við Jerúsalem bakvið. Ég held að þetta sé bara fyrsta ferðin mín. Mér sýnst á hópnum. Já, þetta er tekið upp á olíuferðinu. Já, akkurat. Þannig að sjáum við yfir til Jerúsalem. Já, svo er ég með fleiri myndir hérna. Þú tókst líka þátt í laugskólaháttíðinni. Já, það var alveg stórkostlegt. Og þar er þú hérna eina þessum sem er að dansa á háttíðinni. Alveg örugglega. Ég held að hljóti bara að vera. Já, og hérna sjáum við mannfjöldan á þessari hátíð. Já. Yndislega hátíð, hún er árlega. Hún er engu lík. Og verður í haust líka, sjálfsögðu. En við erum farin að hafa laugskólaháttíðina hér á Íslandi líka. Jú. Verðum í 5. skipti núna hér í haust, 3. október. Og hefur tekist mjög vel. Mjög vel, alltaf fleiri og fleiri sem koma. Mikið gaman. Hér er mynd af ykkur hjónunum á Síons hæðinni fyrir utan Jerúsalem. Nei, erum við ekki það? Síonsgeit heitir það hlið. Jú, fyrirgjöðóli, alveg rétt. Ég elska þetta sjónarhorn. Þegar ég sé þessa gömlu byggingu og þessi gata hún er stórkostleg. Þröng og falleg. Já, og þetta göngum við á loftsalnum. Loftsalnum, það sem sagt er að síðasta kvöldmáltíðin hefur átt sér stað með Jesú og lærisveinum hans. Þetta er alveg uppáhaldsgata mín í Jerúsalem. Margir sem segja það sama. Já. Hérna eru reynda með aðra mynd frá annari hópferð sem þið voruð í. Já, þannig að þekkjum við marga þarna. Þannig er Jón Sigurðsson, Jón bílstjóri og þannig er Andres og þannig er Snorri Óskarsson og fleiri góðu menn sem við þekkjum hérna. Svo er annað sem við höfum ekki talað mikið í þessu þætti en það. Við getum haft 2 tíma núna, sko, ég finn það. Já, algjörlega. Hérna er maður sem þú þekkir. Já, hann er maður sem ég ekki. Já, hann er við Vesturmúrinn að biðja. Já. Leggur hendur, þetta gerir maður þegar maður fer þarna. Já. Og það spyr enginn hvert að biðja. Við erum að biðja frið, við erum svona friðar. Ég fer alltaf að Vesturmúrinn, það er dásamlegur staður. Og hérna er þú ásamt þessum manni. Já, manninu mínum. Sem er eiginmaðurinn. Og þarna sittum við fyrir neðan Vesturmúrinn, ef maður rétt. Nema við séum, skal ég segja, í grasagarðinu. Það getur vel verið. Ég held það. Gordon Golgata. Já. Ég held við síðan ekki langt frá gröfinni. Já, einmitt, já. Hvíl okkur. Og svo er annað, þið hafið styrt heilmikið í Ísrael, veit ég, þó að þú talar ekki mikið það. Ég veit að þið hafið styrt til dæmis loftvarnarbyrgi í þessum við vorum að tala um áðan, rétt við Gazasvæði, sem að kristna sendiráð hefur staðið bak við. Já, ekki. Og þið hafið styrt til dæmis flóttamenn frá Eþíópíu, þið hafið styrt á gífurlega margan hátt. En svo hafið styrt líka, sem að við gerum líka félagi Síónvinnur Ísrael, sem eru kallað síónistar, þeir hafa líka styrt palestínskan kristinskóla, sem heitir Skóli vonarinnar. Og það hefur gert það í mörg ár og það er mikið þakklægt. Og hér er með mynd af ykkur, hjónunum, ásamt einum nemanda sem að þið hefðu styrt. Hann er sennilega komin úr skólanum núna, en þetta fyrir nokkrum árum til. Já, við erum búin að vera með stúlku í millitíðinni, við vorum aftur konum dreng. Þetta er yndislegur skóli, þetta er alveg stórkostlegt að þetta skuli mörg muslimur drengir eru í skólanum og vera fyrir áhrifum kristin fræðslu og við sem kristin Ísraelsvinir orðað þannig að við höfum ekki að móti Arabum, við höfum ekki að móti Palestínum. Nei, það er af og frá. Af og frá, við elskum alla menna sjálfsögðu en við erum á móti þessu sem að allar hryðjuverkum. Og
Hérna við erum á móti hryðjuverkum og við erum á móti öllum öfgum Já. og við viljum halda landinu okkar þannig að hér verði fjölmenning en í sátt og samlyndi og engar öfgar, það gangi ekkert of langt. Nei, og það má segja bara öfgar frá báðum hliðum. Já, öfgar frá öllum hliðum. Öfgar eru til öfgar með gyðingar líka. Já. Og það eru þannig að gyðingar, þeir eru ekki sammála innbyrðis. Þeir var mjög ósammála í Knesset sem þing gyðinga. Það eru, skal ég segja, það eru 16 flokkar í alþinginu þar. Og þeir eru allir meira og minna á móti hver öðrum. Ég veit, það er oft gífulega átök þar. Mikil átök og þeir eru mjög ósammála mörg atriði. Enda sitja þar Arabar á þingi. Þeir líka og þeir hafa líka þetta sannar með öðrum orðum að Ísrael er lýðræðisríki og eina lýðræðisríki með Austurlöndum. Þessi mynd hérna er mjög athyglisverð. Skulum bara sér þetta núna á skjánum. Sjáu þetta. Sjáu litla landana með dökk. Já, litla krækiberið eins og ég segi. Sem eru bara 7 milljónir íbúa með Arabum og undir 6 milljónir gyðingar. Þeir eru í landsvæði sem eru 22 stórveldi Arabaþjóða sem eru 220 milljónir Araba sem að flestir þessara landa óska og vinna beint og óbeint að því að útrýma þessu litla landi Ísrael. Já, hugsaðu þér það. Og hérna þegar þú horfir á þessa mynd og sér þetta litla land sem alla er greinilegt á landakortinu og svo þetta mikla landflæmi sem Arabaþjóðurnar eða múslimar ráða yfir að þá hugsaðu, býtu, akkur getur ekki hýst trúbræðu sína? Akkur þurfa þeir að vera flótt allan heim? Til Norðurlanda, akkur fara ekki til þessara landa sem eru stór rík og Arabi er ríkustu landi heimi. Já. Og Jemen og fleiri lönd sem eru svo ríka að fólki þarf ekki að borga skattar einsinni. Ólafur, það býr meira baki og ég ætla ekki að fara út í þá sálma, það er bara hættulegt. Já, einmitt, það er en ábyggilega. Nú eru margir sem að kvarta, eða þeir sem kvarta gagnvart þessu þættir, flestir eru mjög jákvæðir sem betur verið, auðvitað aðrir sem ekki ránaðir og sérstaklega við það sem ég segi stundum svokallað Palestínsríki, svokallaði Palestínumenn. Og ég oft verið að spyrja þess, akkur segir þetta Ólafur svo kallaðir, er þetta ekki Palestínumenn? Þá langar mér bara að svara því, hérna með bara stuttri lýsingu hérna, Klara, við getum að klukkutíma viðbót. Með léttuleik. Ég bara punta niður hérna, takið nú vel eftir áheyrendur. Arabar hafa aldrei átt neitt sjálfstætt ríki í Palestínu og ekki hafa neina sögulega hefð sem gerir ráð fyrir því að þeir séu neitt öðru vísi en aðrir Arabar. Fyrsti foringi PLO, Shukari, sagði 31. maí 1956, allir vita að Palestína er ekkert nema suðurhluti Sýrlands. Assad forseti Sýrlands tók í sama streng. Allt fram á þessa öld var Palestína ekki til sem sjálfstæð eining, heldur hluti á Sýrlandi. Musim, þá var æðsti yfirmaður herja PLO, hann sagði í viðtali við hollenskt blað 1977. Í raun er palestinska þjóðin ekki til. Krafan að aðskilja palestinsk þjóðerni er notuð í pólitískum tilgangi. Stofnun sjálfstæðis ríkis Palestínu Araba er verkfæri í baráttunni gegn Ísrael. Svo mörg voru þau orð. Helsti sérfræðingur í málefnum Palestínu, Njap heitir hann, sagði þetta málefni, jafnvel árið 1948 sáu Palestínu Arab sjálfa sig sem frekar sem meðlimi ættar eða staðbundina trúalegra eða þjóðlegra samfélaga en sem Palestínumenn. Þannig eru þeir aðeins þjóðarbrot sem stofnað var í pólitískum tilgangi. Og einn maður sem ég þekki, reyndar bróður hans sem að skrifa hérna, hann heitir þessi doktor Bisharva, eitt kunnasti leiðtogi ísraelska Araba, sagði sjónvarpsviðtali, það er engin palestínsk þjóð til. Þetta er tilbúningur nýlenduveldana, raun og veru, það er þeir ekki til. Og fyrir 1948, þá voru gyðingar sem áttu heimis á svæðinu Palestína, þeir voru bara að kalla Palestínu gyðingar. Já. Af því þeir bjuggu á svæðinu. Já. Þeir voru ekki, skilur hvað, ég vona áhörundur skilja þetta líka. Við höfum mikið meira efni, en ég sé bara tíminni nú bara 20 minnur eftir. Heyrðu, Ólafur, ég var hugsað að lesa þetta. Manstu hver það voru að Rómverjar sem skýrðu landi Filistæin? Já. Var það ekki? Jú, það var árið 162, 165 eftir Krist og það var að rómverskur keisari, hann breytti nafninu Jerúsalem í Aela Capitolina
Alveg sem rétt. kemur úr grísku goðafræði Já. og hann breytti nafninu Ísrael í Filistea eða Já. Palestína og af háðung við Ísrael vegna þess að Davíð konungur í gegnum árin átti fyrir 3000 árum síðan þeir áttu í erjum við Filistea og þessi Filistear þeir koma frá grísku eigunum rétt við Gríkland og svo þjóð sem þá var, hún er ekki til lengur. Nei. En þetta var svona háðsyrði. En þegar að Arabar komu til þessa lands, þá breyttur aftur nafninu úr Aila Kapitolína því þeir eru muslimar og endur tóku nafnið Jerúsalem. En Palestína raun og veru, það merkilegt ég veit ekki hvort áhörðu vita það, en Arabar get ekki sagt Palestine. Nei. Veistu á hverju? Þeir geta ekki í tungu þeirra sagt P, þeir segja F, þeir skalla Palestine. Ef þú hittir Araba frá þessu svæði, þá spyrðu hvað hann sé og hann segir I'm from Philistine. Það segja ekki Palestine. Þetta svona annað bara, svona utan þessu verum að tala En mér dætti hug að við vorum nú að fara yfir stríðsátökin og allt þetta og það hefur margt svo hræðilegt skeð í sambandi við þetta fólk gyðinga, hvernig hefur verið ráðist á þá. Manstu eftir ólympíuleikunum í München, ungmenna. Ég man kannski ekki svo mikið en ég held Þegar, þeir réðust inn í búðir, ég held að vera árið 72 og drápu ungmenni. 11 frekar en 14 í nátt. Annarkvæmt, 11 og það var Arafat sem stjórnaði, Yasser Arafat. Hann lét drepa þau. Íþróttamenn. Virtu börnin sofandi í rúmum sínum á leikum, íþróttaleikjum. Þetta er svo hræðilegt og heimurinn, hann lokar bara augunum og heldur allt sé breytt. Það er bara versnað. Ég heyri með þessu ákveðinu útvarpsstöðu sem ég hlusta mikið á mátana, ekki nefna stöðuna, en ég heyri stundum að ákveðnir innhringjendur sem að hringja oft stundum 2 á dag, ákveðin persóna, tala mjög illa Omega, sérstaklega hérna, vegna þess að við blessum Ísrael. Og svo heyri stundum hjá viðmælanda að það sé ekki skrítið þegar gyðingar þeir stjórna í öllum heiminu, þeir stjórna öllum fjölmiðlum í Bandaríkjunum og þeir sé inn í bankakerfinu og í raun og veru allt illt í þessum heimi gyðingum að kenna. Já, þetta er nú ekki rétt hjá þessu. Sama hvað Hitler sagði. Nákvæmlega sem nasistarnir sagði. Útrýma þeim, þá verður friður. Já, það verður ekki friður fyrir það. Nei, það verður ekki. En það verður þeim ekkert útrýmt, við vitum það. Og svo er þetta svo ránt. Arabar svo sterkir að þeir eru konum miklu lengra inn í fjölmiðlakerfi heimsins heldur en nokkuð tíma gyðingar. Það er gott fyrir áhörund að heyra þetta. Þeir eru með sjónvarpsstöð í Ísrael, þeir eru með sjónvarpsstöðvar í Jerúsalem, Arabar og ég raun og veru dagblöð. Allan heim, þeir eru í CNN. Ég held að Fox er kannski eina ameríska stöðin sem þeir eiga ekki. Ég meni, þó það væri gyðingar, hvað með það? Já, ég segi það líka. Er það eitthvað hættulegt? Það geði enga stjórn ykkur. Þeir virðist ekki mega hreyfa sig, þeir mega bara ekki vera til, Ólafur. En mér dettur í hug núna sem ég þóra alltaf að segja, sem ég dettur alltaf inn þegar ég tala við þetta gyðingahandur hérna. Íslendingar eru bara, þetta er ekkert nýtt, bara fyrir heimsstyrjöldina, síðustu 1940 eða 39 byrja var enda. En þá það tímabil voru gyðingar hér á Íslandi reknir frá Íslandi. Gyðingar, fyrir hvað? Að þeir voru gyðingar. Hugsaðu það. Og stjórnin sem þá var rekað úr landi til Þýskalands og suma til Englands sem voru reknir áfram til Þýskalands og lentu í útrýmingabúðum nasista. Þetta er blettur, þetta er skrifað bækur um þetta á íslensku með þess að og hérna þetta kannski er þetta í þjóðinu okkar eitthvað svona gyðingahatur, ég veit það ekki. Nei, ég vil ekki trúa því. Nei. Ég held að sé ekki og að í gegnum Ísland, Ísrael það eru svo margir búin að hafa samband. En ég glemt að spyrja þessu, Klara mín, þú varst með því að stofna félag endurvekja félag sem heitir Ísland, Ísrael. Og við erum með vefsíðu Ísland-Ísrael.is en hérna það er svo margir búin að hafa samband og það gefur okkur auðvitað kjark og mikið gleði því og sannar það að Ísrael á mjög marga og góða vini á Íslandi. Já, sem betur fer. Það sá ég líka lauskulega á tíðan okkur síðast. Og veistu það, að ég er ekki þessa, þá þeir eða væru jafnvel fleiri sem að stæðu með Ísrael
þeir hafa sér bara ekki eins í frammi. Já, þeir eru hræddir. Og það er áróðusmaskina Araba er svo miklu sterkari heldur en nokkuð tíma þeirra. Einmitt. Og svo er það náttúrulega RÚV, aðeins að minnast á RÚV. Já, hvað finnst þér RÚV? Sko, mér finnst það svo sorglegt að það er eins og þeir viti ekki hjá hverju þeir vinna. Nei. Þeir vinna hjá þér og mér. Já. Þeir vinna hjá öllum skattgreiðendum, allir í þjóðinni. Og þeir eru ekki hlutlausir. Ég veit ekki hvað hlutleysi er. Nei. Ég og fleiri hafa maður samband við og þeir neita að leiðrétta með þessar fréttir úr frá Ísrael. Og mér finnst bara eins og fólk sem þarna vinnur og þarna stjórnar að það láti bara, við eigum stöðuna og við komum bara okkar hugssjónum að. Já, og þær eru mjög anti-ísraelskar, væga sagt. Þær eru það nefnilega. Mjög, það er ótrúlegt en sagt. Sko það er annarkvort að þeir reyni nú aðlagast aðeins og verða hlutleysir og flytji fréttir. Já. Svona hlutleysa fréttir frá Ísrael og eða bara það verður bara ekki að hætta að reka, ríkið verður bara að hætta að reka svona stofnum. Sko fjölmiðla til dæmis í Danmarku sem ég þekki vel og í öðrum landum, í Norðurlöndum, þeir birta svona neikvæða fréttir líka en það er skylda samkvæmt lögum að það verða að koma frá hinu sjónarmiðinu líka. Já. Það er bæði sjónarmiður að koma, bæði blöðum og sjónvarpi. En hérna á Íslandi er það bara önnur hliðin sig. Veist þessi hræðileg verknaður sem átti sér stað á Vesturbakkanum, Júdeu og Samaríu, í þorpu sem heitir Ítamar, þegar 3 Arabar fara þarna inn í hús og myrða með köldu blóði heila fjölskyldu. Ég var í Ísrael þá. Já, hugsaði þér. Og þeir skera barn sem liggur í vöggu. Getur maður bara ekki sagt frá þess, þetta er svo ógíslegt. Þetta var svo hræðilegt og 12 ára dóttir þeirra kemur heim. 2 ungir drengir þeir tókst að fela sig það náðist ekki í þá. Það var ekki minnst á þetta í fréttum. Nei, það var ekki minnst á þetta. Eins og þetta var hræðilegt. Ég var staddur í Jerúsalem þetta skeiði. Þetta var óhugulegt. Þetta myndi mér svolítið á morðin í München árið 72 þegar börnin voru þar myrt, unglingarnir. Þetta verður heldur áfram. Nú sko verður tíminn að því miður, eins og ég sagði þér í byrjuð þáttarins að þessi gæti verið 2 tímar sko. Þú lést mig vita það, Ólafur. Sko. En ég viðurkenna það að eins og ég sagði síðast við að koma aftur í þáttinn og þó það tækir nokkur ára milli þá getur verið að það er ekki svo langt aftur vonandi. Nei, við skulum ekki hafa það nokkur ár. Til að ítrekka þetta með áhorfandan að þessi stöð er kristin sjónvarpsstöð þannig að við elskum bæði gyðinga og araba og við höfum líka vefsíður félag Síum, það er bara með setu síum.is, það sjáðu góða greinur bara eftir hinn og aðra og svo vil ég bara þakka ykkur kæru vini fyrir hvað þið hafi verið góð og góðir, ég vil að senda mér svona jákvæðar uppörvanir og margar spurningar hvernig þetta komast til Ísrael og hvort ég verði þar sem leiðsögumar og svo framvegis. Ég get svarað ykkur svona spurningum þegar ég get ekki svarað hérna í sjónvarpinu og endilega ef þið hafið möguleika að fara sjálf til Ísrael, til Jerúsalem og sjá með eigin augum hvernig samband er milli svokallara palestínumanna og gyðinga sem búa þarna. Því það er ekki eins og fréttirnar hér segja ykkur frá. Biblían, við trúum ritningunni og ég ætlum nú eiginlega enda með því eins og ég sagði áðan. Það er einn kapli sem heitir 37. kaplinn hjá Esekiel og ef þið hafið ekki endilega skrifið þetta niður og getið lesið líka 34., 5. og 7. kaplan. Þetta fjallar allt þetta sem við hér hefur verið að tala um. Hvers vegna segir þetta? Vegna þess að við trúum á ritningarnar séu sannar og við trúum því að spádómaritningarnar sé sannur þó sem misjafniðar skoðanir hvernig við erum að skilja þessi eða hinna spádómana að þá stendur greinilega hér að Ísraels fjöll munu blómgast. Það talaði það að drottningur hann sendi þjóðurnar til margra landa vegna óhliðinni þeirra gagnvart lögmálinu, óhliðinni þeirra gagnvart ritningunum en á síðustu tímum menn að safna þeim tilbaka til landsins og við trúum því að það sem hefur verið að ske núna síðan næstsíðustu aldamót 1880-90 og fram á daginn í dag og Ísraels var til sem sjálfstætt ríki 1948 og það stendur hér til dæmis, ég ætla ekki að lesa allan kaflan en það segir bara til dæmis hérna
En þú, mannsson, hann segir við Esekiel, spáð þú Ísraels fjöll og segir, þér Ísraels fjöll, heyrið orð drottins, svo segir drottin, af því að óvinir hafa hrópað yfir yður, hæ, eilíf auðn, það er orðið vor eign. Fyrir því spáð þú, svo segir drottin, fyrir þá sök vegna þess að menn eittu og ágirdust yður allavega að þér eruður eign hinna þjóðana af því að þér komust í orðræðu manna og urðu fyrir ámæli þjóðarinnar. Fyrir því heyrið orð drottins Guð, þér Ísraels fjöll, svo segir drottin Guð við fjöllin og hæðirnar, við hvammina og dalina, við eyði rústirnar og yfirgefni borgarinnar sem orðnar eru að herfangi og að spotti fyrir hina þjóðirnar sem umhverfis eru. Þetta allt saman skeð. Svo segir hann áfram, drottin í gerna, ég mun fjölga fólkinu á yður, gjörvöll Ísraels líð og borginnar verði byggðar og rústirnar reistar að nýju. Þetta nákvæmlega sama og við höfum í okkar kynslu orðið vitni að, við höfum séð þetta. Ég hef orðið vitni að því líka að vera út á flugvelli fyrir nokkuð mörgum ári síðan og taka á móti rússneskum gyðingum sem voru að koma frá Rússlandi og ég var með þeim frá kristna sendiráðnum meðal annars sem báru farangur og jafnvel nokkur okkur báru börni þeirra niður stigana frá flugvélinu. Svo þetta bókstaflega rétt sem við erum að segja og ég hef upplifað. Ég hef líka upplifað á mínum aldri að sitja við aðalgötunni í Jerúsalem, göngugötunni Ben Yehuda með staf í hendinni og ritningisalar það í Jesaja 62, 62. Kafla að á þeim tíma munu gamlir menn og konur sita við stræti í borgarinnar og sjá unga fólki dansa af gleði. Þetta hef ég séð, þetta hef við klara séð, þetta hef við upplifað. Og kæru vinir. Það ekki má ég aðeins. Já. Ég vil bara benda fólki líka á, að gera. Ef það vil læra sögu gyðinga, þá takið það þessa helgubók og byrja á Gamla testamentinu. Já, ritningunum sem notaði orðið. Ritningunum, já, nákvæmlega, rétt hjá þér. Og þá sjá þeir það að þeir hafa alltaf verið í landinu. Saga þeir óslitið þar í nær 4.000 ár og fyrir utan hvað þessi bók dásamlega skemmtileg. Já, bara hún dásamleg. Og hugsa líka klara, Jerúsalem höfuborg. Hver gerði hann höfuborg? Davíð konungur. Hvenær? Árið 1004 fyrir Krist. Þannig hún 3000 ára gömul höfuborg Ísraelsríkis og hefur aldrei verið höfuborg annars. Já, og má ekki vera það. Nú tíma vist að fljúga frá okkur. Það væri hræðilegt ef það slís ef það en ég held að það geti aldrei orðið. Getum við fengið tæknimannin til að bæta 1 klukkutíma við? Ég held að það sé ekki hægt. Þetta allt saman fyrirfram ákveðið og næsta prógram kemur og svo framvegis. En við þökkum ykkur kæru áhorfendur og við þökkum tæknimanninn sem hefur verið svo duglegur að hjálpa okkur með að koma orðum okkar rétt fram og á endingu þá bara vil ég bara enda þátturinn eins og ég hef alltaf gert í þessi 12-13 ár núna og það að biðja ykkur friður og kæru kristnuvinir hafið samband við söfnuðin ykkar eða kirkjur ykkar og biðja forstöðumenn eða presta að biðja fyrir Ísrael. Þó var ekki nema bara einu sinni á ári, biðja fyrir Ísrael og þið sjálf getið biðja fyrir Jerúsalem. Biðja Jerúsalem friðar, það stendur í 120. og öðrum Davíðsálmi, versi 6, biðja Jerúsalem friðar og ég bið ykkur líka friðar og nota þessi orð sem ég nota alltaf á hebresku shalom, sem þýðir friður og arabísku salam, sem þýðir líka friður og bið ykkur sanna frið sem aðeins friðar höfðingin getur veitt ykkur og þið þekkið hann. Drottin bless ykkur.